ástkæri leikari Jóhannes Haukur Já. Hann leikur Fistó Oh my god, þetta hljóma svo illa. Já Fistó. Já Oh, Jesus Christ Oh my god, það fór í hausinn á mér sko. Wow Okkur erum ekki með myndavel núna maður. Úff. Wow Herri, Ég var ekki tilbúinn skál. Skál Velkomin Þú er óvanur að fá svona sprengung í andlitið. Svona kröftu að sprengi, já Herri, skál. Skál, skál, skál Við erum tveir. Við erum bara tveir Og ný Enn og ný. Ha, besta krúið maður. Nákvæmlega Ha. Erum tvær og sveitinni Nei, hvernig var Nei, never mind Það var svo vont. Sorry Hvernig hefur það? Bara frábær Okay. Aldrei verið betri Herri, ég er að fara til Danmörkur bráðum Já í næstu viku. Ok Ákvæðum bara við fjölskyldana að kaupa miða bara til Danmark. Den danske krog Ja. Ok Yeah. Yeah. Det er skidt. Skidgødt Fludeskum Og fludeskum. Já Søstrene grønne. Já, einmitt Kioske. Kiosk Er það að fara til København? Ja, København. Ok Ég kann ekki fleiri orð. Nei, ekki helt Málfræðin okkar alveg búin. Tusind takk Takk. Tusind takk Já Grøn. B. Já Sko En øl. Já, en ul Nei, við ákvaðum að þegar Einar Karel var 8 ára eða eitthvað og Þórdís var 1 árs, skildum við hann eftir og fórum til Danmörku. Komum Einari óvart. Skildu hana bara eftir Já, hún 1 árs maður. Já, það er alveg frosnar pítsur í fyrstunum og reddar þér Skildum hann eftir hjá einhverju fólki, sko. Einhverju fólki, ok Þá er allir leið Þá er Já, einmitt þetta er ekki köttur, sko. Bara einhver skál, þú skrýður bara Akkurat, reddar þér og einhver bleiur. Einmitt Hóla á Tarsan, hann reddaði sér Og þá komum við honum óvart, vöktum hann nóttina og segðum hann að hann myndi, við erum að fara í Tífali í Danmörku Já, og hann fannst þetta svo geðvikt og bara eitt af mínu bara mér langar svo ógæðslega mikið að gera þetta fyrir Þórdísi líka og fara með hana í rússipanna. Já Ég get ekki beðið, sko. Ég bara get ekki beðið. Nei, geðvegt Og svo við ákvaðum að fara í kaupa miða, við erum ekki búin að segja þeim frá þessu, sko. Já Það voru bara, við ætlum að veikja þeim í nóttina bara. Surprise, já Awesome Viltu koma á í rússipanna í Danmörku? Það voru geðvegt. Get ekki beðið, sko. Það er geðvegt Eitthvað að frétta þér? Nei Alveg bara vinna. Ég Drekka. vaknaði í morgun Yay Nei, það er bara ekkert að frétta Same shit, different day, sko Ok. Sorry, ég var ekki undirbúin allt í hennu spurður mig Ég bara Ég vaknaði. Ok, við vorum að tala um áðan. Ég ætlaði reyndar ekki að tala um þetta. Vá, ég var eins og einu. Nei, ég ætlaði ekki að tala um þetta. Ég ætlaði að tala um sem sagt, þú komst til okkar áðan og þá blossaði upp umræða sem sagt, ég og konu mín við erum ósátt við hvort annað, sko. Já Og þetta er ekkert venjulegt ósætti. Nei Þetta er svona debate. Ég hleð batterín mín
með því að tala við fólk hafa gaman og bara, hann að tala við mig ekki með athygli þá ég bara svona recharged en meðan Þórunn bara svona leave me the fuck alone ég vil vera í friði þannig charge batteri mín sko. Og það var bara í gær ég kem heim og ég er búin að vera einn bara allan dag upp í vinnu og ég bara, oh my god, mér leiði svo mikið og svo þunglindur og bara, veist, minn eigin hugur bara ég bara, oh my god einhver annar að tala við mig heldur en ég sjálfur sko. Og ég bara kem heim og Þórunn er búin að vera akkurat öfugt í vinnunni talandi við alla allan daginn svara spurningum sem kemur heim hún bara, yes þar kemur debatið sko. Ég kem hæ, hún bara, oh my god henni finnst þetta að vera ofbeldi að ég sé að tala við konuna mín ég er svo mikið á hennar blaðsíðu ég er svo sammálan henni sko. Henni finnst þetta bara andlegt ofbeldi að ég ekki alveg, hvernig var dagurinn hvernig líður þér þetta er sko þetta er svona eins og maður frétti þegar það var verið að spila M&M og Metallica fyrir fanga í Guantanamo þau veist bara svona full blast allan sólarhringin þannig líður mér skilur og þannig líður henni örglega líka ég er svo með henni í liði hún vill bara koma heim fá bara frið og ég alveg bara, ok, ég skal tala við börnin mín og þau eitthvað bara, símanum og tölvunni og eitthvað svona, ég alveg hello, anybody og sér var ég bara, shit þegar þau krakkarnir eru farnir af heimilinu, ég get alltaf að tala við dóttur mína sko. Þú veist, ég leika við hana og lemja hana og eitthvað oh my god okay. Ég get ekki lamið strákið minn lengur hann er 16 ára, stærri en ég drulli sterkur sko og ég alveg, nei Þórdís og sem bara, plaff shit true story geggjað heimilislíf já, og ég hugsaði með mig bara, shit þegar þau eru komin af heimilinu þá er ég bara í vandram en reyndar sagði Þórunn þetta er bara flott á hann úr með alla þína 10 ketti ég annað hvort fæ ég svona 4 pugs með mér eitthvað svona komið bönni mín allir, ég pabbi komin heim með Þórunn bara ég fara inn á tenni í viku recharging ég myndi gera það sko Ertu þar? Bara, kona mín getur bara fengið sér fleiri hunda og ég bara, nei, láttu mig vera ég bara láttu mig vera þú veist, ég ætla að kaupa mér hús með kjallar eitthvað tímann þar sem ég get bara læst mig aðeins í kjallar og við get bara verið í friði sko. Það er bara okkur ertu þá vinu minn ég tala svo mikið sko masokismi held ég Oj, hvað leður bara síminn að ringja, það er Birkir it's gonna be a charger lókalega þú er ekki bara hæ lókalega þú bara ok leið mér að taka þetta ketamin hérna og svo skal ég svara þér nei, ég ætlaði að tala við þig þessi búblir eru góð ætlar ekki klára hann að bjóra það? Jú, ég þarf að fá mér nýjan ég var að klippa þáttum daginn hérna hjá okkur og take your time og ég fór að hugsa sko sem sagt við vorum að tala ég ætlaði að segja nafnið á pítofælunum í Breiðholtinu eða Grafunum eða eitthvað wait, what? og þið ekki alveg, við vitum hvað hann heitir já hvað heitir hann? pass Okkurju, þetta er okkurju þetta er ástæð umræðin sem mjög langar að hvenær byrjuðið bara society og sérstaklega við að ritskoða okkur yfir einhverju sem er sem er satt
hvað veist, okkur erum við að veist, okkur megum við ekki segja eitthvað sem veist, bara on paper documented bara sem satt hvenær byrjuðum við að gera þetta? Ég veit það ekki, það bara samfélagsmiðlar og kommentakerfin og annað sem að allir hafa skoðun og þú veist og allir eru bara, það sama hvað þú segir, það bara þú veist ég get sett bara posta bara nafninu mínu á Facebook og það fyrir eitthvað að rífast, skilurðu það bara já, ég veit það ekki það bara allir þurfa bara að peka fight einhvern veginn. En veist, þú sagði þetta sjálfur í einhverjum þættinum hérna að þetta fór í taugarnar þér með veist, TikTok og veist, allt þetta þegar þeir segja sko OF girls með ekki segja online já OnlyFans, oh my god ég var komið með þetta senasta þætti að það senasta eða eitthvað oh my god and I lost it Nei, og til dæmis hérna unalived maður ekki segja veist, einhverju drepin já, ég veit það og S8 sexual assault veist, hverju eru við bara komin í þetta að bara, nei, herru, þetta gerðist nei, við megum ekki setja ég veit það sérstaklega veist eins og við veist, ég vil ekki ritskoða með neitt sko ég með það mikið að ég segi sko ef þið hlustið á mig og takið mig alvarlega það bara ykkur að kenna það bara ykkar vandamál, já ég segi fullt af bull sko já, það ger ég líka bara, og líka ef þið eru móðguð þetta bara djók sko já takk ekki grinni nei, bara þið jafnið ykkur já, þið jafnið ykkur þetta er ekki þriðasti spruni sko, þetta er bara, já nei, en ég samt alveg sammála þér, ég þoli ekki svona, þennan bólstraða heim sem að við erum komin í einhvern veginn að þú veist maður les fréttir og þú veist bara á MBL eða Vísi og það tippa á tánum já, þú veist, það kannski myndir af 300 dauðum rússum í einhverju fjöldagröf eitthvað staðar eða eitthvað og bara maður sér þessar myndir og svo á næsta þá er blörrað orðið Holocaust skilurðu helförina en veist nákvæmlega ég veit alveg hvað stendur þarna og þetta er bara, við megum ekki blörra yfir það þetta er bara tími í sögunni okkar sem við megum ekki blörra yfir ekki orðið, og ég er ekki, þetta er real life example, ég hef séð orðið Holocaust blörra, eða sem sagt stjörnur í, þú veist, bara H og S og svo bara svona stjörnur á milli en er þetta þessi 10% af blómunum sem hafa hæðst? Þetta er ekki einu sinni 10%, þetta er 1% sko. Ég held að þetta sé með fólki sem er bara, veist, svona öskra sem hæðst og allir bara svona ég nenni þess ekki Nei En hvað heitir gaurinn samt? Steingrímur Njálsson Já, thank you Þetta var ekki erfitt sko Það vita allir hver þetta er Já, en veist, út af því að hann var alveg veist, hvernig eru við að veist, erum við að passa upp á einhvern eða Sko, nú getur pottið eitthvað komið og hann átti fjölskyldu sem er saklaus og bla 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 Já, en það veit enginn það veit allir hver Steingrímur Njálsson er það veit enginn um fjölskyldunas og hann á pottið fjölskyldu sem er besta fólk en við erum ekkert að tala um það fólk þetta er maður sem framdi glæp var dæmdur fyrir það þannig að þetta er ekki eitthvað hypothetical dæmi þú veist, þetta er dæmdur glæpamaður bara alveg eins og hvað hét aftur hérna frægast í glæpon hérna á sínum tíma O.J. Nei, á Íslandi á Íslandi hérna Franklin Steiner, já, akkurat þú veist, það veit allir hver hann var skilur og bara, nei, ég er ekkert að selja dóp ég var neitt í spilakössum einmitt nákvæmlega líka, þegar fólk er einmitt að hérna veist, síðan er þetta líka hinn áttin veist, þegar það kemur orðrómur og fólk bara, veist, einhver eitt segir eitthvað þá bara, veist, eins og veist, ég er veist, hérna hvað heitir hérna söngvarinn hérna gítarinn, Viðguð Stefán Hilmars nei, Viðguð Ingo já. Sem mér finnst mjög ósangjarnt að, veist,
kemur einhver og segir eitthvað veist, það ekki búið að dæma neitt Nei. og hann aflífaður veist, ok út af sögum á netinu bara. Já. Veist, það finnst mér veist, líka mjög hræðilega slæmt ég veit, það er mér það sem ég er að tala með samfélagsmiðla og kommentakerfin og þetta ég gæti komið fram nafnlaus á brask og brall á Facebook og sagt að ég hafi gert þér eitthvað já, Sigmundur Davíð pissa á skóinn minn í gær eða eitthvað í alvöru? Já, ég veit það, ég á myndband ég ætla ekki að stela þig núna en ég get gert það seinna og hann bara vippa honum út og pissa á skóinn minn Oh my god þú veist wow, að þetta var eina sagan í haustum að ég veit ekki hvaðan þetta kom ég veit ekki en mér finnst sko Bógin er búin að þetta vókdæmi og allt þetta er búin að fara svo rosalega það er búin að tegjast rosalega á honum bóganum auðvitað þarf að tegja bógan eitthvað en núna þannig búin að koma svona langt yfir að fólki komi bara nóg og getur ekki bara að tala íslensku hérna já ég sammálaðir og það er alveg að sjást bara það er að koma svo mikil það þarf stundum öfgar til þess að komast eitthvað áfram og hérna í svona bara mannréttindum og eitthvað svoleiðis en þegar það fer oflangt þá koma öfgarnar úr hinni áttunni á móti sko, sem er rosalega slæmt ég veit það þess vegna er maður einmitt að sjá þú veist eins og þessi AfD-flokkur í Þýskalandi og svona öfga hægri flokkar í Evrópu út allt er að ná rosalega miklu vinsældum af því að þetta woke vinstri dæmi er komið svo langt yfir línuna þetta er bara Trump komst þarna út af því að fólk var bara ég er komið nú nákvæmlega og maður er að sjá þetta bara í nágrannaríkjunum okkur hérna í Evrópu að hérna bara í Bretlandi og fleiri stöðum þannig sem að þú veist öfga hægri sem er mjög slæmt er að koma svo sterkt inn af því að öfga vinstrið er orðið svo brenglað einhvern veginn þetta er orðið mjög brenglað já, og þarna eru komnir þá rosa öfgar og sikkori áttinni og það veldur bara stríði sko. Þetta er eins og hérna, Me Too mjög fínt nauðsynlegt en síðan allt í hennu fór það mjög tilbaka fólk bara nenni ekki að tala um þetta nei, ég veit og síðan koma nýjar konur bara, hann gerði þetta whatever sem er líka slæmt, það má ekki vera of mikið ég veit það þetta er fín lína já, nákvæmlega því að eitthvað sem byrjar sem þú veist, hrottalegt ofbeldi og við erum að koma því upp á yfirborðið og svo kemur einhver #MeToo af því að einhver hrósaðinni fyrir að vera með fallegt hár eða eitthvað þú veist, þá bara, nei, þú ert búin að drepa þetta sko. Þú veist, þetta á ekki að fjalla það var grein hann það í, hvað, við séð eitthvað fyrir, veistu, þetta var í gangi að það var einhver stelpa sem kærir einhvern fyrir að reyna að kissa hana fyrir utan einhvern bar og, veist, ég eitthvað bara oh my lord ef þú ert eitthvað svona svona read ekki rétt into it sko og svona hún er eitthvað bara hvert að fucking gera maður við erum bara vinir ég ætla að kæra þig og í langa tíma voru við katt með bara ok, við meðum ekki horfa á okkur við meðum ekki tala við okkur og við meðum ekki gera neitt þá voru við vondum málum síðan voru konurnar það er engin kallmenn að reyna við okkur lengur bara svona hver er með þakina? Já, ég veit að svo kemur núna fólk og verður spyrja bara einsel eitthvað þetta er samt alveg þú veist, við sem kallmenn sko, nú við sem kallmenn nú er þetta tekla tánum ég var að tala um hvað annað já, herri við getum talað um þetta í allan dag sko ekki á upptöku nei, en hvað ertu að horfa á? Við ætlum að tala um það sem við erum að horfa á okkur og það sem okkur langar að horfa á já, ég er búin að vera að horfa á The Continental á Prime hérna John Wick prequel þættina, hefur eitthvað hort á þetta? Nei, ég hef sagt heyrt ég vissi ekki eins og þetta voru komnir út sko.
Það eru komnir nokkri þættir út sko á Prime. En ég var búin að heyra er þetta í gamla daga? Já, þetta er prequel sem sagt, þetta er fyrir áður en að Er þetta 1970 eða eitthvað leysið það ekki? Jú, eitthvað svo leiðis, já. Þetta byrjaði, Continental byrjaði. Já, hótelið sem hann fer á hann John Wick sem að svona leigumorðingja hótelið eitthvað. Er þetta gott stöf? Mér finnst þetta gott stöf. Vanda John Wick samt sko. Já, en það er sko Mel Gibson. Er hann í þessu? Já. What? Hann er sjúklega flottur í þessu. Bara hafðu þína skoðun á Mel Gibson, hann er mest upp manneskja en sjúklega flottur í þessu. Og hann góður er sem leikari, sagt, já, hann er geggjaður. Ég vil ekki koma með eitthvað spoilera að neitt, en hann er sem sagt ekki hetjan í þáttunum. Menn nú ætla ég ekki að horfa á þetta. En þú veist, það er bara geggjuð tónlist, geggja svona koreografað svona slagsmálin og svoleiðis. Og þú veist, þó þetta séu þættir þá er þetta alveg, þú veist, unnið bara eins og þetta sé high budget bíómynd, skilur mér finnst þetta ógeðslega góður þættir. Þetta mér finnst sjónvarpið er orðið svo ógeðslega flott. Já, það er þannig blæða. En það er safe bet. Kannski ekki alveg safe, veist, eins og hvað heitir Rings of Power. Mér finnst það ekki safe bet. Hvað var það aftur? Það er Lord of the Rings þættirnir á Prime. Já. Serían kostaði $1 billion sko. Jesus Christ. Það kom seríu 2. Já. Og ég elska fucking Lord of the Rings. Já. Horfða Lord of the Rings jólin, geggja. Gerir það alltaf. Geðveikt. Klassist. Síðan kemur sko hobbitarnir, viðbjóður. Þú veist, við skulum láta Instagram filter yfir allt saman og höfum þetta allt CGI. Já, það bjargaði fokkin öllu. Þinnsta bók í heimi, við skulum hafa 3 myndir. Bara, mjólka þetta. Allavega. Og þeir eitthvað bara Prime Lord of the Rings. Ég er ennþá að reyna að koma mér gegnum fyrsta þáttinn. Já, það. Hann er svo fucking, veist, ég held að ég haf 4 mínútur eftir eða eitthvað. Ok. Búin að taka mig ár. Oh my god. Og ég var bara, oh my god. Ég sem elska þessa sögu ég hate it. Ok. Og veist, Daði veist, hann er í fríi. Já, þið munið þetta í Daða. Já, hann er í fríi. Hann segir, já, á 7. þætti þá er þetta að byrja að vera gott. Hver fokkin þáttur, klukkutími og ég horfa 6 klukkutíma bara. Já, þetta fer að vera gott sko. Síðan koma 2 þættir sem eru góðir, loka þættirnir, maður bara já, nei takk. Síðan kemur seríu 2 og allir bara getum ekki beðið, same shit. Já. Það er bara svona lélegt stöf sko. Já, ég skil ekki svona slow burn þætti og bíómyndir og annað. Þú verður bara ultrasl. Já, og bara hvernig fólk er orðið í dag, mannkynnið bara er orðið í dag með ekkert attention span. Þú verður bara að hafa eitthvað smá bang, 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 þú veist, inn á milli til þess að bara halda fókus í meira en 5 mínútur, sko. Ég veit það. En ég er á, veist, ég var að klára Dexter. Gömlu seríun, Dexter. Elska það. Herru, ég er ekki búin að sjá þetta í bara 20 ára eða eitthvað. Þetta var 2007 eða eitthvað. Og bara fyrsta serien, geðvik. Já. Ég var bara, oh my god, hvað þetta er geggjað. Þetta er geggjað fucking stuff sko. Já, veistu, sorry, ég las bækurnar á síðan tíma. Eru Dexter bækur? Þetta er byggt á bókum, já. What? Já. Og what? Býtu, hvernig, hvað gerði hann aftur við í þáttunum lögguna sem að bösta hann, svarti gæi massaði, surprise motherfucker. Gæjan hann. Surprise motherfucker. Herru, hann handjafnar hann og veit ekki hvernig ná að losa sig við hann. Já. Og síðan kemur eitthvað og hann springur út af gasleka. Nei, það er, veist, stelpan sem Dexter er að hitta. Já. Hún sprengir hann. Lögguna? Já. Ok, veistu hvernig hann losaði sig við hann, eða hvað hann gerði í bókunum? Nei. Hann sem sagt vildi ekki drepa hann. Nei. Vegna þess að hann er ekki vondugaur. Já. Þannig að hann skerur honum tunguna, skerur honum augun, skera á honum hendurnar, þannig að hann getur alls ekki tjáð sig neitt,
hann gerir hann bara að einhverjum blindum, mállausum kartöflu þannig að hann er lifandi en hann getur aldrei tjáð sig eða sagt neitt frá, skilurðu, hvað hann veit ok hann bara svona, þú veist, hann mutilator hann alveg en heldur hann samt á lífi þannig að hann drap hann ekki en hann getur ekki sagt neitt that's kind of worse that's fucked up, sko ég var að horfa á þetta, ég var alveg mér er alveg sama ef Dexter deyr já, þú veist, það finnst mér svo geðveikt að því að bækurnar eru mikið meiri brútal heldur en þættirnir, sko og þættirnir eru geggjaðir en, til dæmis eins og, veist talandum svona, veist, morðingja og svona og hérna hefur ég séð Sons of Anarchy nei, ég dætti aldrei á það lærst eitthvað ok, þetta eru miðaldra kallmenn sem elska vestin sín svona leðurvesti og þeir eru að Harley Davidson hjólum they think they're the coolest they're not nei. þeir eru alls ekki cool nei sko í þáttunum það er samt fullt að stelpum með crush á einum görnum hérna ljósara en allána og við vorum að horfa á þetta ég og Þórun og ég ekki alveg, ok síðan deyr einhver aðalgur Þórun ekki alveg, nei og ég ekki alveg gæti ekki verið með það sama og þetta er vond fólk ég ekki bara veist, okkur á ég að vera eitthvað bara nei, þessi dó because he's a piece of shit það var að glamuræsa svona glæpa menn hann en veist, eins og í Dexter þá bara, veist hann er að gera vondan hlut en á góðan hátt já, hann náttúrulega er bara en þú veist, hann náttúrulega er bara gekk í gegnum eitthvað trómað sem krakki og er bara veikur í hausnum og þetta er bara eitthvað svona þörf sem hann hefur og hann er allavega að nota hana til góðs innan gæsalappa þannig að, já, eina sem ég maður alltaf eftir að ég þekki, góða vinn minn er mikill svona mótorhlagur og helst á svona bífið hans við Sons of Anarchy var að þeir eru alltaf í einhverjum svona Converse skóm eða eitthvað og hann bara, veistu hversu fucking óþægilegt það er að vera í Converse á mótorhjóli þú veist, ristin á þeir væri blá og svört marinn allan daginn eitthvað og hann bara eitthvað, ég þoli þetta ekki, ég get ekki hort á þetta en vestin eru cool já, nákvæmlega shit, sko vestin eru sjúklega töff ég var að horfa, ég sagði þér að horfa á eina mynd ég var að horfa, veist, það er sem sko mynd sem heitir hérna með Cameron Diaz comeback myndin, já veist, það kom Cameron Diaz mynd með Jamie Foxx já, ég er ekki búin að horfa á Back in Action, já, ég er ekki búin að horfa á hana ok, það er sko, og ég ekki leið já, Cameron Diaz, maður, herri ég til ég að horfa á það herri, og Þórun byrjaði undan mér og eitthvað, hún var bara, herri, ég ætla ekki að horfa á það ég ekki bara, herri, hvað meinar byrjaði að horfa á það og ég var bara Cameron Diaz fekk sko 12 miljónir fyrir þessi mynd eða 11, sorry, whatever alveg no sense bara herru, ég byrja að horfa á það og fyrst sem ég tek eftir og hún fucking getur ekki verið með svipriði það er engin fucking sviprið það er sko, hún er svo botoxuð að ég get ekki einbeitt mér, veist, þegar hún er að tala hún er eitthvað svona, oh my god ertu hissa, ekki hissa ertu reið og hún var actually reið út í dóttur sína en augnbrýrnar hreyfðust ekki og ég var bara, oh my god ég bara, þetta er slæmt sko, þetta er svo vond ég bara út af því veist, hún var alveg með svipriði í gömlu myndunum en þarna bara hvað, veist, alveg bara frosin stytta veist, það kemur svona smá veist, þegar hún sko verður svona allan herru og veist, þetta eru tveir hérna svona spæjarar sem eru hættir komið með 2 börn og eitthvað úling og eitthvað og veist, það er komið 28 mínútur ekkert og þetta er bara fjölskyldulífið og þau eru eitthvað að spæja á 14 ára dóttur sinni og eitthvað, ég er bara oh my god herru, allana síðan kemur eitthvað veist, their past tilbaka og þetta er hræðilegt atrið
kemur heim til þeirra veist, fullt af svörtum bílum með byssur og eitthvað, maður alveg ok, veist, why? I don't know. Er það ekkert útskýrt? Nei. Veist, út af einhverjum fucking lykli sem einhver vill ég veit ekki hver og ég bara ok og þau fara að keira í burtu í suburban area og þau þess að klessa á fullt drasli en þau eru samt að rífast inn í bílnum oh my god man eins og ekkert sé og ég bara oh my god og hinn í bílarnir skjóta á engin lögga samt þetta er white suburban area löggan væri á nanosekund anyway og þau komast undan þau eru búin að stinga alltaf nema eitt bíl þá fattar Jimmy Fox bara dóttir okkar var með kók í aftursætinu og hinn sonurinn okkar var með Mentos what? og hann eitthvað yes og tekur gósflöskuna kók Diet Coke sko það virkar ekki með Diet Coke að láta Mentos út í það engin sykur í þessu já ok, ég sé það ekki ok þegar við reyndum þetta einhvern tímann þá virkaði þetta ekki og þetta var Diet Coke engin sykur sykurinn til að veist eitthvað ok og anyway, hann tekur flöskuna tekur Mentosi og það er CGI Coke í flöskunni ég var bara okkur er þið ekki með fucking bara kókdósana eða veist kók eða bara litarefni í vatn ef þú vilt ekki fá þetta yfir þig já, eitthvað ekki CGI að fucking vökvann í flöskunni síðan síðan en það verða síðan tekur hann töfluna setur honni og það er CGI tabla sem kemur svona og byrjar svona Freyða hann lokar og hendur flöskunni inn í hinn bílinn og gaurinn alveg oh no og svo springur flaskan og þeir fljúa einhvert ég var bara nope slögt á wow það er sárt að hlusta þau segja þetta skilur þess vegna sagði ég bara 28. mínútu prófa að horfa á þetta þetta er hræðilegt hvar er hún aftur? Er hún Netflix? Netflix þetta er bara viðbjóður ok, nú verði ég samt eiginlega að horfa á hana en síðan var ég ok, ég ætla að halda áfram að horfa þetta er búin að vera skömmtum 28 mínútur á einhverju viku Jesus Christ og ég alveg, yes, ok, ég ætla að horfa á þetta sopnaði, spólið tilbaka horfði, koma gaurarnir og þau slást og ég var bara and this happened why, I don't know þetta er bara þetta er ræðilegt Jesus mæli menni já, ég klálega þarf að horfa á þetta bara til að sjá hversu vont þetta er þetta er rosalegt þú varst meiri svona G.I. Joe heldur en He-Man eða ekki sem krakki þú veist alveg hvað He-Man er samt já, það er ljósharður gaur sem er á nærbuksunum á styrum nákvæmlega, sexy man það er að koma ný He-Man mynd leikinn á næsta ári já shit, ég er svo spenntur í alvöru, hver er að leika þetta, veistu það? Ég veit það nefnilega hver? Jared Leto leikur Skeletor oh my god já svo við sjáum ekki andlit á honum það verður allavega hefili CGI örglega, býst ég við það væri svo fyndið það var svo típið Jared Leto byrju, á ég að leika Skeletor ok, þunnan ég ætla ekki að borða í mánuð alveg, sé bara, nei Jared, CGI hann á að vera hel massaður eða þú veist það er eitthvað eitt sem baka mig í teiknumyndunum þá er Skeletor og He-Man og allir þökkmassaðir skilur við já, allir á styrum já, en sá sem leikur He-Man þetta er svo fyndið það eru nokkrir frægir leikarar sem að leiki í þessari mynd þú veist eins og Jared Leto leikur Skeletor Idris Elba leikur Man at Arms já, sem er góðu gaur já svo er einhver gaur sem það er ekki komin inn í trailer út fyrir þetta, en ég hef ekkert séð úr þessu þetta var ekkert um 2026 einhver Nicolas
Galitsine sem leikur He-Man Já. sem ykkur 70 kílóa strákpjakkur ykkur En ekki He-Man, veist, þegar hann var eitthvað Power of Grayskull, eitthvað, þá var hann mjór eða? Nei, í upprænulegu teknimyndunum þegar hann var bara Prince Adam þá var hann alltaf svona massaður, skilur hann var bara í bleikum spandexbuxum eitthvað og hvítum pól eitthvað og síðan en svo bara fer hann úr fötunum já, hann alltaf jafn massaður sko í upprænulegu teknimyndunum en alltaf þeir að gera sko, veist, þegar hann gefur Power of Grayskull sér bara He-Man ég er nefnilega býstu því að hann fari í eitthvað svona Hulk-mót eitthvað þegar hann skilur allt svona CGI að í drast en það sem fyndið það eru 2 Íslendingar að leika í þessari mynd það Hafþór Júlíus The Mountain hann leikur Goatman oh my god Geitamannin ég hef alveg séð teknimyndan, ég hef aldrei heyrt ég man ekki eftir Goatman ég viðurkenni það og ég var mikill He-Man fan þetta var það að fyndið ef hann væri með sko með svona, veist, lappirnar og svona, með rindilinn svona dindilskott eitthvað svona Goatman, are you excited? Svona rindilinn svona lítið skott hann var fulli það var í geðveitt lúk á Hafþóri maður en svo okkar ástkæri leikari Jóhannes Haukur hann leikur Fisto oh my god, þetta hljómar svo illa já Fisto já Fisto og Goatman það verða Íslendingar það hljómar svo illa rosalega en ég er mjög spenntur þetta er sko He-Man búin að koma svo mikið með comeback það var náttúrulega hann hvað heitir hann Silent Bob þarna já ég man ekki hvað leikar hann heitir Silent Bob já hann sem sagt kom með nýja teiknimynda þætti á sínum tíma og He-Man búin að vera að koma með comeback núna síðustu nokkur ár og meira segja ég var í kíki Nexus og svona þá var maður að sjá svona He-Man dót út allt og eitthvað ég var ekki He-Man kall sko. Þvílegt flashback fyrir mig sko ég var G.I. Joe kall sko já ég yngri sko já like decades 2 years já ég elska það sko ég búin að vera sko að horfa á Simpsons með Þórdísi og veist, ég reyndi það með Einar svona en núna Þórdísi bara horfur á þetta bara hún elskar Simpsons það horfa á bara gömlu þettina eða veist, alveg upp bara allt saman já. og veist, ég hætti að horfa hérna í seríu 22 eða eitthvað þá var ég bara rosa margir sem dött út á þeim tíma sko. já, ég bara, en nýjustu seríurnar eru býstna góður sko. ok veist, ég er ekki bara ég gaf þeim sjens ég var, veist, ég reyndi fyrst að gefa þeim sjens ég var einn og ég ekki þetta er ekki eins og gamla það bara, veist, þetta er miklu betur teiknað en þetta er ekki eins og en ég gaf þessi sjens með henni og ég var bara, þetta er bara býstna, veist, það var aftur komið í sögurnar og það er, veist, seríu 22 þá var þetta svona einhvern veginn og þeir voru einhvern veginn hættir að vera með angles veist, eins og eins og gömlu þættin það var það var pælt í öllum og en við veist, eins og núna veist, ég var að horfa á þetta seríu 22 eða eitthvað og þá var alltaf bara beitt fram rammi zoom out, zoom in já farið til hliðar, veist, þetta var aldrei veist, þetta var alltaf bara beint mismunandi sjónarhóttn og eitthvað svona sem var ekki alltaf bara fucking, veist, og ég heyrðu, það er ógeðslega truflandi ef það er ekki, veist, almennilegur leikstjóri veist, sem ég svona, ég veit ekki en ég mæli samt með að prófa að horfa þetta þú er Simpsons fan sko? Ég er mega Simpsons fan sko
Stupid glory pub Sko, nákvæmlega Þetta úr seríu, sko, veist 15 eða eitthvað Nákvæmlega Og þú veist hvað ég að tala Já. sko Já, if you're up there, please save me, Superman nákvæmlega Þetta finnst mér svo, veist Ég get komið með kvót Endalist, sko Og þú hlærð, Já. sko Og það þú veist nákvæmlega Allir aðrir í kring bara Hvað var hann að segja? Já, nákvæmlega En, ég, veist, ég til dæmis Hvað hlakkar meira til að sjá? Sko, ertu búin að vera að horfa á The Boys? Já Það eru æðislegir Elska The Boys Já, Það svo brútal já Strákurinn minn alveg bara Má ég ekki horfa á Boys? Ég ekki alveg Nei Já, My innocent son já, akkurat Gellan sem bara hérna Ég á með pussuna maður Og síðan, veist, brýtur hún hauskúpuna Já, Á görnum þegar út af hún færða Ég var bara Mér langar ekki að barnið mitt horfi á þetta gaurinn að ríða kolkrabba Já, já For fuck's sake, skilur við Einhver sería endar þegar, veist, hérna Homelander er að runga sér upp á, veist einhverju byggingu bara, veist, come on Nákvæmlega Sko, það sem ég er sko óútskýranlega spenntur fyrir horfðurðu á hérna Supernatural þættina Já Soldier Boy Já Jensen Ackles Hvað gerðist? Jesus Christ Sorry, ég anda að mér búblunum Oh my god Ég er ekki svona vanur að kynkja svo þú Jesus Ok Já, Já, hérna Jensen Ackles Já. úr Supernatural það er mitt, veist, það er mitt man crush sko. Já Ég er alltaf að segja við Þórunni bara Þetta er eins og að lítið speil Þórunni er alltaf Ég leik hvað, veist, hann er með grænu með blá Annars er þetta Eini nákvæmlega munurinn, akkurat. Eini munurinn Nákvæmlega, hann er óþólandi myndalegur og virðist vera sjúklega fyndin og skemmtilegur gaur líka Þetta er eins og horror speil Hann getur sungið Þetta er ekki horror speil Nei Nei, ég sé hann á sviði syngja Hann getur Já. actually sungið Hann er bara, þetta er fullkomin manneskja sko. Já, ég veit það Ég er bara, ef að kona mín myndi svo ég myndi bara fyrirgefa það og bara, ég skil þig bara, þú veist Ég veit hvað, ég er að illa sama Ef hann myndi bara hitta Þórunni Já. bara, Við erum saman Þórun var bara, ok, já, Já. Ég til þetta, ég var alveg Já, Já, skil það I can't compete Má ég vera með Já, við erum að horfa Við ætlum bara að vera Já, vera með, með sko. Já, Bara, akkurat. Why not? Íta henni alltaf í burtu, verð ekki að trubla Þórri, koma svona Já Nei, en hérna Svo náttúrulega Men are talking Já, já mitt. We're wrestling Wow, þetta fór allt annað en ég átti von á En ok, sko Ertu búin að heyra af Supernatural twistinu sem er að fara að koma inn í The Boys? Já, Það er náttúrulega Bobby, hann er hana hann leikur í The Boys Já, og í Supernatural hét hann Bobby Singer, hann heitir Robert Singer í Já. The Boys já, og núna eru Jared Padalecki og Misha Collins að fara að koma inn í já The Boys. Veistu út af hverju þeir eru að koma að þinn? Segðu mér. Út af því að leikstjórinn Hann gerði Supernatural Bjó til Supernatural Já, er það málið? Já. Ok, ég vissi það endur ekki. Ok, sem sagt leikstjórinn fyrir The Boys Já, Hann gerði seríuna fyrstu 5 seríuna Hann skrifaði Supernatural ok. Hann vildi bara hafa 5 seríur Já, Í Supernatural. já, Ertu búin að horfa á Supernatural? já. Fyrstu 5 seríunar Geðveikt Frábærar. Síðan, veist Gæinn sem leikur Lucifer bara, Já, nákvæmlega Auðvitað fílar hann Já, ég tengi eitthvað við það, ég veit ekki hvað það er. Máka ég væri til í bara Snap my finger, you're gone Akkurat. Allar, hann leikstýrir og hann vildi fá bara alla yfir Ok. Já. Oh, I love it. Það er bara svona cameos Já, Það geggja, náttúrulega, veist, hérna pappin í Supernatural já, hérna Jeffrey D. Morgan já. hann er náttúrulega komin í The Boys
alveg rétt, já. Ertu ekki búin að sjá senustu seríuna? Jú. Hann var að tala við þannig. Já. No spoilers. Nei, já. Hann var í senustu seríu. Alveg rétt. Jeffrey D. Morgan var. Það hung of a man, maður. Ef ég eldist svona vel, þá er ég að gera eitthvað rétt, sko. Hvað? Hann var alveg myndalegur síðan því hann eldri þá var hann alltaf í svalari og svalari. Ég bara, hvað er að gerast? Var eitthvað bara I wanna be that cool. Já. Bara gefa putta bara, yeah, whatever. Nákvæmlega, sko. Ég, veist já, þetta bara ekki sanngjarnt, sko. Þórum var líka bara, já, ég held að þú verðir myndalegu 60. Ég leik, hvað með núna? Hún leika, you're getting there. Já. Ég hlakkaði til að sjá Superman. Það var að koma, veist, extended trailer, teaser. Já, ég sá það. Með vélmennunum. Hvað er það? Hvar voru þau? Í jörðinni. Hérna fucking hundgerpið þarna, dregur hann, Krypto. Já. Dregur hann þarna eitthvað, svo allt í einu rís eitthvað 5 metra. Þetta var ekki lengra. Já. Þetta var ekki lengra það. Okkur kom ekki bara vélmennur og tók hann. Já, nákvæmlega. Það var það rétt, já, en þú veist, ok. Það rís þarna upp. Kemur allt í hennu bara upp úr klakanum, eitthvað svona kristallspjót eitthvað og eitthvað fucking vélmenni og eitthvað, we don't appreciate your appreciation, eitthvað blibli, og þetta nummer 12, hún ný, eitthvað. What the fuck is happening? Og það að trailerinn sýni Superman fucking fucked up, allan blóðugan brotin og lamin. Þú veist, þannig að maður bara eitthvað, ok, þetta verður eitthvað brútal Superman mynd. Kemur fucking hundurinn og byrjar bara eitthvað að hlaupa hann í ringi. Hvað á þetta að vera brútal eða á þetta að vera barnamynd? Ef þetta er barnamynd, þá er Superman ekki að vera blóðugur og brotin. En í trailernum sést, sko, að Superman að gráta út af því að eitt af vélmennum brotið í tvennt. Það er stutt. Það er bara sekúnda. En það er eitthvað, veist, no. I don't get it. Búið til nýtt og láttu kubbin yfir í annar. Já. Hún er ekki dáin. Fyrst að þetta vélmenni nummer 12 nýtt og þær eru ekki meira tilfinningar, þessi vélmenni, en samt er þetta einhvern veginn kallar á konur, þessi vélmenni. Þú veist, já, einhverjar með kvenmannsrattir og she og he og eitthvað með vélmennin. I don't get it. Don't get it. Nákvæmlega. Ef þú ert vélmenni, you're not a he or she. Nei. Nákvæmlega. Það er bara þannig. Já. Þú veist, og svo tala vélmennin bara, já, við erum ekki meina tilfinningar, þannig að það þýðir ekkert að segja takk við okkur af því að það skiptir okkur einhver máli og eitthvað. En hún er ekki alveg, Já, einmitt, he's pretty, eitthvað. Þetta var tilfinning. Nákvæmlega. Ég skil þetta ekki. Þú veist, ég á pottið þetta að fucking horfa á þessa mynd. Ég líka. Bara, trailerinn confuses me. Já. Ég er eiginlega sammála. En eina sem ég hlakka til er að horfa á Doomsday sem er á næsta ári. Já. Avengers, og ég þekki söguna. Já. Sem hún er alltaf flókin til að fara í. Já, episk bara, já. En það er einmitt að fara að taka alla. Ef maður fannst Endgame stórt, þetta er sko 20 sinnum meira. Já, andru að tala Marvel, X-Men, Fantastic Four, úr mismunandi universes og þannig. Já. Og sko helming, ég spái því allir degi. Þess að það er valið út nokkra og síðan bara þurrkað út og síðan er MCU að byrja upp að byrjun. Reboot. Okay, you heard it here first, folks. En það er Secret War, sko. Já, alveg rétt. Það, Já, sko, ég misti rosa mikið trúna á Marvel eins og margir aðrir fyrir svona 2 árum síðan. Bara, hvað er að gerast? Hvað með Ant-Man eða? Nei, bara með alla þættina sem er í gangi, fucking She-Hulk og eitthvað svona, þú veist, bara hvað er það að gera? Þeir eru að mjólka þetta ofast, sko. Nei, út af því það, veist hvað? Þeir bara gerðu mistök, þeir voru bara
það heyrðist í fólki bara, þið verði hérna láta konur hérna, veistu eitthvað svona herru, ok, ég er með smá fact fact yfir þetta sko, allir kallmenn sem hafa skrifað kvenmanns, veist, overhetjur í kvikmyndunum amazing, veist, eins og hérna Black Widow karakterin hennar geggjaður það er kallmann sem skrifaði það fyrir hana, veist, og Gamora og veist, allar þessar en ok, tökum hérna She-Hulk kvenmannsleikstjóri kvenmannskonur sem kvenmannskonur she, them akkurat en veist, það voru konur sem veist, það var bara, Disney var bara herru, við þurfum að fá einhverju konur hérna herru, vitið hvað Marvel er? Já, við vitum það vitið eitthvað meira? Nei, ok, þeir eru konur, ekkert mál skrifið hérna, þeir leta hana tvörka löffræðingin tvörka ok good job women herru, síðan kemur hérna hvað heitir það hérna Marvels herru, við skulum hérna fá konur til að leikstýra herru, við ætlum að fá konu hérna sem vondakall já, hérna, okkur er vondakall ég veit það ekki ok, hvað gerir hann á vondakall? Hún er með hálft grill í kjaftinum ok, hver er, veist, okkur er vondakalli? Ég veit það ekki, hún er með staf bara því bara ok, síðan eru hérna, síðan eru 3 konur saman ok, og hvað? Það þurfa að finna kraftana sína já, hvernig? Snú ok og hvað meira? Já, hérna, ketti já, veist konur fíla ketti það ekki jú, höfum hérna Samuel L. Jackson hann er að díla við ketti á gameskipi ok, gerum það veist, þetta var fucking myndin sko nei, og síðan bara, herru, byrju er ekki hérna, fíla ekki konur hérna söng líka? Jú, förum á plánetu að bara allir syngja og dansa og það er bara eitthvað, já, herru, shit hvernig er eitthvað að díla við þetta og það kemur Marvel ég veit ekki, byrjar að syngja herru, og síðan fer hún í kjól because of magic why? I don't know hey, shut up veist, ég veit ekki hvert þetta rant alltaf að fara sko já, en já Daði, ef Daði hefði verið hérna hann verið bara, hvað er það að gera það ranta svona mikið þú verður að stoppa mig sko já, nei, ég er samt sammálaður þetta var svo vont og það sýndi sig bara í box office sölum og annað að fólk er bara, what the fuck am I watching þú veist, hvað er þetta að gera þetta eru ofurhetjur þú veist, comic books bara ég verði einmitt að prófa að kíkja á, veist, það er svo mikið af drasli sem að vera að byrja að horfa á það er verið að segja að hvað heitir þessi þættir sem eru skrifstofu þættirnir, eitthvað Office nei, ok 9 þættir sko, það er fullt af 9 þáttum sem er bara, veist, það er allir að segja bara þetta er 10 af 10 ég veit það Invincible, ertu búin að horfa á Invincible? Ekki nýjustu, ég horfði á þegar þetta kom út fyrst ég þarf vel að fara að horfa á aftur sjúklega flotti þættir sko herri sko, nýjasta serían Jeffrey Dean Morgan er líka þar sko. já, er hann pappin eða? Nei ok, pappin lítur svolítið út eins og hann sko já, en pappin er hérna frægur hvað hann er allavega sko, í fyrstu seríu er hérna Justice League hérna í fyrstu seríu já, ok er þetta DC? Nei, veist, þetta er svona, veist, innan gæsalappa þetta er rip-off já, ok og allir í Justice League eru, veist, Walking Dead karakterar já, það sko, það er John Hamm er sko einhver security-skauður sem deyr veist, ef þú ferð og kíkir á castið smáleikarar og you name it þetta eru bara A-list actors út allt trublað sko en allan, senast serían er senasti þátturinn er rankar 9,9 MDB hann er hæst rankaður þáttur ever á MDB
geggjaður sko. Wow, ég var líka bara, ég stóð upp ég bara, oh my god, þetta er geðveikt Jeffrey Dean Morgan með sína sko, hann er vondi kall sko geggjaður sko. Ég trúi því, vá, þetta er það sem ég er að fara að horfa eftir því ég kemur heim sko. Það ekki? Jú, pottjétt sko hérna, shit, eitthvað meira? Eitt í lokin bara af því ég sá trailer í gær af nýju Naked Gun myndinni. Við getum talað endalaust þetta shit sko. Ertu búin að sjá þetta? Já. Með Liam Neeson? Já. Ég er spenntur sko. Er það? Já. Ég held að þér get ekki gert þetta magic aftur. Sko, þetta verður, þetta er erfitt. Og den bara, veist þessi litlu svipir á Naked Gun, hérna hann Leslie Nielsen. Já. Veist, bara það, veist, þegar hann stingur hérna í fiskin hérna í fiskabúrinu og sér svona, nei veist, hann tekur hann upp og það býtur hann og sér hann með penna og sér lítur hann við og hann drepur hann svona. Veist, bara þessi svipir eru, ég veit að það getur enginn verið Leslie Nielsen sko. Og hann er bara æðislegur í öllu sem hann gerði, þú veist, Airplane og Naked Gun og allt þetta. Þetta er svo fyndin maður. Hann er svona pínu eins og Rowan Atkinson. Já. Þú veist, hann þarf ekki að segja neitt. Nei. Hann þarf bara að vera hérna og bara byrja bara að hlæja sko. Sko, ég er að fá hérna upp sko gömul viðtöl við hann. Já. Að þá var hann með prumpublöðru. Nei, veist svona prumpu með svona machine. Já. Hann er eitthvað, sorry, laxinn hérna. Já. Eitthvað. Var eitthvað bara. Hann er svo serious allan tíma. Ég geti aldrei haldið svo. Hann bara, þú veist, no one else like it sko. Nei. Og mun aldrei vera. Nei, klárlega sko. En ég er samt pínu spenntur. Ég elskaði atriði þar sem allir voru grátandi fyrir frá myndir af pöppum sínum. Já, sem kemur OJ. Já. Nope. Ég elska þetta, þú veist, þetta gefur mér smá von að myndin verði hvöss, skilurðu? En veist, OJ átti fjölskyldu það ekki? Jú, drap allavega einna. Oh my god, Davíð. Þú eru ekki að vera sensitive við fjölskylduna. Oh my god. Hann drap kona sína, hvað, þú veist. Það er annar þáttur. Takk í dag. Takk, bye.